Já, komiði sæl. Ég ætla að tala þetta efni afkoma lágtekjufólks á Íslandi og það eru þetta jöfnum höndum þeir sem eru með lægstu launin á vinnumarkaði og lífeyrisþegar, ekki síst örorku lífeyrisþegar. Ég ætla að byrja á að tala svolítið samhengið á Íslandi, þróun í tekjuskiptingunni til lengri tíma og skattbyrðina, hvernig hún hefur verið að bíta í sérstaklega fastar í lægri tekjurnar og þróun bóta og húsnæðisstuðnings og bera svolítið saman þessa hópa og síðan setja þetta í samhengi við framfærslukostnað sem er á Íslandi sem að nú orðið dýrasta land í Evrópu til þess að lifa í og sem að það var nú ekki fyrir nokkrum árum og þetta eitt sem við verðum auðvitað að hafa í huga þegar verið að tala kjör og þróun kjara yfir tíma. En byrjum svolítið á að skoða þróun tekjuskiptingarinnar. Það sem að þessi mynd sýnir, og það fer nú því miður yfir hana textið þarna neðst, þetta sýnir breytingu tekna í ólíkum tekjuhópum. Og þetta þannig að hér eru sem sagt lægstu 10% sem eru hérna efst og þetta sýnir breytingar heildartekna hjá þessu fólki sem er hérna lægsta fólki, lægstu 10%, hér meðaltal lægstu 90%, hér eru tekjuhæstu 10% sem voru með mesta hækkun af þessum hópum hérna og hér svo efsta 1% sem að fekk raunhækkun á tekjum sínum á tímabilinu frá 1992 til 2015 sem að svo augljóst og hér efsta 0,1% þeir allra ríkustu. Þetta auðvitað mynd af því að ójöfnurinn hefur verið að aukast. Tekjur hærri hópana hafa aukist mest og þeim mun hærri sem það voru fyrir en lægri hóparnir setið eftir. Og þetta var að gerast bæði vegna þess að efstu hóparnir voru að taka meira til sín bæði í launum og ekki síst í bónuskerfum og þó það sem að vó mest var veruleg aukning fjármagnstekna sem að báru svo að auki lægri skattbyrði heldur en venjuleg laun vinnandi fólks og lífeyrisþega. Og hér sjáum við svo hvernig skattbyrði var breytt á þessum sama tíma þannig að skattbyrðin var flutt frá hærri tekjuhópunum og yfir á lægri tekjuhópana. Og hérna lengst til vinstri erum við með lægstu 10%, lágtekjufólkið, allra lægstu tekjurnar. Þar var skattbyrðin neikvæð, þar að segja, menn fengu meira, lágmarkstekjurnar voru skattfrjálsar og svo ef menn voru með barnabætur eða vaxtabætur að þá fenguðu meira frá skattinum heldur en þeir borguðu vegna lágra tekna. Þetta hefur verið fært upp 12% stig sem mikil breyting og breytingin sem sagt á tímabilinu frá 93 til 2015. Hér svo meðaltekjuhópurinn, þar var líka skattbyrðin aukin umtalsvert 8% stig en lækkuð hjá tekjuhæstu 10%, 2% stig og 8% hjá tekjuhæsta 1%. Ef við hefðum miðað þessa mynd við þróunina frá 93 til 2007 eða 2008, sem sagt árin fyrir hrun, þá hún miklu verri. Þá var í reynd skattbyrði þá var skattbyrði sem sagt efstu 10%, hún var minni heldur en skattbyrði meðaltekjufólksins orðin. Það var rétt af aðeins eftir hrun og kannski sérstaklega vegna þess að fjármagnstekjur sem voru bara með miklu lægri skattbyrði heldur en aðrar tekjur og stjórnvöld juku aðeins skattbyrði á hærri tekjur þá. En síðan eftir 2013 hefur þróunin farið aftur á fyrri veginn. Og hér sjáum við sérstaklega hvernig skattbyrði lágmarkslaunanna, þau sem eru í dag 300.000 krónur, að lágmarkslaun voru
skattfrjáls með neikvæða skattbyrði hérna alveg til 1996. Og það sem að þessi mynd að sýna það að það veruleg aukning á skattbyrðinni hér framan af og svo snýr hún aðeins við hjá vinstri stjórninni hérna eftir hrunið en stóð ekki lengi og fer svo aftur rólega að hækka og síðustu 4 árin á tíma núgildandi kjarasamnings að þá hefur þróunin farið úr því að 39% af lágmarkslaunum voru skattaður hluti lágmarkslauna og fór upp í 51%. Þannig að meir en helmingur lágmarkslauna sætir fullri skattbyrði en var sem sagt skattfrjálst eins og þarna sjáðu. Þannig að þetta bara eins konar svona sjálfvirk skattahækkun sem að kemur á lægstu launin með mestum þunga. Á sama tíma hefur það verið alveg til dagsins í dag að viðmiðið það sem að herra álagningarþrepið í tekjuskattinum kemur inn, það hefur fylgt launaþróuninni. Þannig að þegar að hátekjumenn hafa fengið launahækkanir, þá hafa þeir ekki þurft að horfast í augu við aukna skattbyrði. Hún hefur bara haldist óbreytt hjá þeim. En í lægri endanum var það sem sagt þannig að persónuafslátturinn og sem að stýrir því hvar lægri álagningarprósentan kemur inn, að hann fylgdi ekki launaþróuninni. Þannig að þetta var eins konar svona forréttinda skipan sem að menn töluðu almennt ekki og fóru í raun og veru, myndi ég segja, lengst af eins konar fríðinda regla sem að ekki vitnisburður skemmtilegt hugafar í fjármálaráðuneytinu. En þetta það sem við að glíma, hér rauðu súlurnar sýna tímabil síðasta kjarasamnings og myndin auðvitað að segja það að skatturinn var að klípa meira og meira af lágmarkslaunum þegar þau hækkuðu. Og þessi skattatilfærsla frá hærri hópunum og yfir á lægri hópana, hún hefur sem sagt staðið með þessu frávikstímabili sem var fyrstu árin eftir hrun. En hér svona aðeins mynd af því hvernig forréttindi hátekjuhópana eru í skattkerfinu. Þetta sýnir þróunina á skattlagningu fjármagnstekna sem eru koma fyrst og fremst í hlut hæstu tekjuhópana og eignamesta fólksins. Skattbyrði á arðgreiðslur út úr fyrirtæki var árið 1992 40% en í dag 22%. Árið 2007 og 2008 var hún 10%. Sem að lægsta skattbyrði á fjármagnstekjum sem þekktist þá á Vesturlöndum, eins og allægsta. Söluhagnaður sem er eiginlega spákaupmennskutekjur, menn kaupa og selja hlutabréf til að græða á, gera það sem að hagfræðingarnir kalla að láta peningana vinna fyrir sig og svo spila maður golf sjálfur á daginn. Söluhagnaðurinn var skattlagður 40% en núna 22%. Leigutekjur 40% og komna líka niður í 22% og vaxtatekjur sem nú helst sá hluti fjármagnstekna sem aðrir en efnafólk á, gamalt fólk á oft nokkra milljónir í sparifé sem hefur önglað saman yfir lífslaupið og geymir inn á bankabókum. Það var áður fyrir skattfrjáls en sæti núna 22% skatti sem fyrir ofan frítekjumörk. Og þannig þá staðan að láglaunamaður, hvort sem hann vinnandi á vinnumarkaði eða lífeyrisþegi sem bæti við sig 150.000 krónum á mánuði með aukavinnu, hann greiðir nærri 37% skatt af þessum viðbótartekjum sínum, en hátekjumaður sem bæti við sig fjármagnstekjum í lottóinu á hlutabréfamarkaði eða annar staðar, hann greiðir bara 22% skatt af þeim. Þetta náttúrulega ótrúleg fríðindi. Fyrrverandi ríkisskattstjóri, hann hefur reiknað það út að þessi ívilnun skattkerfisins sem að fer fyrst og fremst til hátekjuhópana, hún verðmætari heldur en ívilnun úr barnabóta og vaxtabótakerfunum, miklu verðmætari heldur en ívilnunin sem að kemur úr þeim á lægri og lægri millitekjuhópana.
Og svo það þannig með fjármagnstekjurnar að það ekki greitt útsvar af þeim og það eru lægri og millitekjuhóparnir sem sjáum það. Og þegar við berum okkur sama við hinn Norðurlöndin, þá myndin svo að skattbyrði hátekjufólks lægri á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum, en skattbyrði lágtekjufólks hærri á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum. Og þetta allt afrakstur af þessari langtíma tilfærslu á skattbyrðinni frá þeim háu og yfir á þá sem lægri eru. Þannig að þetta verkefni sem mikil ástæða og mikils virði að geta snúið þessari þróun við. Hér dregin upp mynd af afkomu láglaunafólks, hvort sem það verkafólk eða örorkulífeyrisþegar eru þarna inn á myndinni. Ég reyndi að gera samanburð og þetta eru tölur úr launakönnunum Hagstofunnar annars vegar og hins vegar koma þessar tölur frá Tryggingastofnun sem ég sett þarna inn. Þetta eru meðal grunnlaun sem eru dökku súlurnar í öllum tilvikum. Hér hjá Eflingarfólkinu þau í kringum 301.000 þarna og hinar súlurnar, ljósari súlurnar, verður nú rauð hér og hér, þetta eru heildarlaun þegar búið að taka inn aukatekjur í aðallega formi aukavinnu, yfirvinnu og vinnu í öðru og þriðja starfi eins og gerist. Og þannig tekst þeim sem eru á lægstu launum innan Eflingar að bæta sig með mjög mikill yfirvinnu, umtalsvert. Og ef það sem hinar súlurnar sýna hérna neðri fjórðungurinn, þeir allra lægstu, og þetta efri fjórðungurinn, þeir sem eru í hærri í þessum kategórium. Og hér búið að taka tillit til, þetta það sem að Tryggingastofnun segir að hafi verið meðal samsvarandi grunnlaunum á vinnumarkaði þar. Og svo hef ég bætt við þá tölu því sem voru meðaltekjur lífeyrisþega annars staðar frá, heldur en frá Tryggingastofnun. Og það voru á árinu 2017 sem viðmiðunarárið hérna, það voru 117.000 krónur og þegar að þær bæta, ef þetta væri fólk á vinnumarkaði, þá það bara lagst beint við grunntekjurnar þar, en svo koma skerðingarnar. Þó að ef örorkulífeyrisþeginn gat aflað sér 417.000 krónur með vinnu til viðbótar við grunntaxtann frá TR eða með lífeyrissjóðstekjum, að þá það svo skert niður í 360. Þannig að það sem skilaboðin í þessu eru þau að það svo miklu erfiðara fyrir örorkulífeyrisþega að bæta sín löku kjör með öðrum tekjuöflunarleiðum, af því að það ekki bara skatturinn sem leggst á þá, heldur líka skerðingarnar. Og við ættum að vera hér með kerfi sem nálægra líkara því sem í Noregi, að allir lífeyrisþegar geti unnið án þess að það lúti einhverjum skerðingum á lífeyrinum. Og ef við tökum aðeins betur út sérstöðu örorkulífeyrisþeganna í þessu samhengi, þá náttúrulega sérstaðan svo að þeir sem fá örorkulífeyri eru með skerta vinnugetu og þar með hafa þeir skert tækifæri í þjóðfélaginu. Og eins og myndin áðan sýndi að þeir sem eru með lægstu launin í þjóðfélaginu, þeir bæta sinn hag mjög mikið með aukavinnu erfiðinu, en það einmitt þar sem að öryrkjar hafa standa höllum fæti og get ekki nýtt á leið sérstaklega, og það aðalega út af þessum skerðingum í bótakerfinu. Og þetta sérstaklega óréttlátt ef maður skoðar þetta bara í samhengi lífeyrisþega á Íslandi, að við getum sagt að það til tvær gerðir af lífeyrisþegum. Það þeir sem hafa góð lífeyrisréttindi og koma aðallega úr lífeyrissjóðum, og oftast hafa þeir verið opinberir starfsmenn eins og ég,
megnið af sínum starfsferli, þeir hafa bestu lífeyriskjörin og fá þá allar sína lífeyristekjur úr lífeyrissjóðum og ekkert frá TR. Lífeyrissjóðirnir skerða engan lífeyri þó þú hafir aðra tekjur. En það bara fyrir lágtekju lífeyrisþegana sem að þurfa að stóla á tryggingastofnun og almannatryggingarnar sem að skerðingarnir í gildi. Þannig þetta eins konar sérreglur til að refsa lágtekju lífeyrisþegum ef þeim tekst á einhvern hátt að bjarga sér auka tekjur. Og þá klipið miklu meira af þeim fyrir utan að þær eru skattlagðar líka nú orðið. Þannig að þetta er umræða sem ég finnst að megi fara að taka miklu meira á dagskrá hér og þetta þýðir líka að ef að menn þurfa að stóla á aukatekjur til þess að bara ná endum saman að þá það miklu hærri þröskuldur fyrir örorkulífeyrisþega heldur en fyrir fólk í fullri vinnu á vinnumarkaði sem býr ekki við skerta heilsu og annað sem að auðvitað sérstaða örorkulífeyrisþega, þeir hafa meiri þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, meiri lyfjakostnaður, meiri læknisþjónustukostnaður, sjúkraþjálfar og fleira slíkt. Annað sem að mætti líka taka og endurskoða í umræðinu kjör örorkulífeyrisþega það sem hefur tíðkast á Íslandi lengi hjá stjórnvöldum að hengja lífeyriskjörin saman við allra lægstu laun á vinnumarkaði. Lengst var þetta þannig að það var eins konar litið á það eins og einhvers konar náttúrulögmál að hámarkslífeyrir, eða þar að segja óskertur lífeyrir Tryggingastofnunar, að hann mætti aldrei verða hærri en allra lægstu laun á vinnumarkaði því þá myndi þetta fólk ekki nenna að vinna. Var það sem var svo sem aldrei sagt, en það var það sem bjó að baki. Og þessi tenging við lágmarkslaun náttúrulega algjör afneitun á því að viðurkenna sérstöðu þeirra sem að búa við skerta heilsu. Að það ekkert sjálfgefið náttúrulögmál að þeir eigi jafnframt að vera dæmdur til allra verstu afkomu í landinu fyrir þá sök. Og þess vegna finnst mér að það væri gagnlegt í þessar umræðu að reyna að fara að búa til nýtt viðmið og hugsa afkomu ásættanlega eða lágmarksafkomu segjum örorkulífeyrisþega með hliðsjón af meðal verkafólkslaunum eða bara meðallaunum í þjóðfélaginu til að fá þá umræðu í gang og fá menn til að horfast í augu við það hvernig við viljum hafa þennan þátt í okkar þjóðfélagi, hvernig við viljum búa þeim sem búa við skerta vinnugetu, hvernig við viljum búa þeim lífskjör. Og ég að gagnrýna það að þetta sé tengt hámarks óskertur lífeyrir TR sé tengdur við lágmarkslaun, það hefur ekki einu sinni gengið vel alltaf. Sko það var hér 1990, fyrsta árið, 1990 og hér fram til svona 96, að það sem að súlurnar sína hlutfall óskerts lífeyris, einstaklings eða einhleyps lífeyrisþega af lágmarkslaunum. Það var hærra, lífeyrinn var sem sagt hærri en lágmarkslaun á vinnumarkaði á þessu tímabili 90 til 96, sama tímabilið og hvoru tveggja voru skattfrjáls. Svona eins konar gullöld í þeim skilningi mætti segja. Síðan dregst örorkulífeyririnn aftur úr stórlega og nær botni hérna 2003, 2001 og þá kom nú til mikill átaka á milli Öryrkjabandalagsins og stjórnvalda. Garðar Sverrisson var í forystu þá og var þetta sótt tilbaka en þó náðist ekki að koma því lengra en bara upp í tæplega 99% af lágmarkslaununum. Svo datt þetta aðeins niður 2008. Þetta var hækkað af vinstristjórninni strax eftir hrun 2009 en síðan fjaraði það niður og nær nýjum botni hérna 2015 og 16 en hefur verið jafnt lágmarkslaununum núna síðustu 2 ár. Og þetta sem sagt hið almenna viðmið en
en 300.000 króna viðmiðið en hérna ég myndi segja að menn ættu að reyna að rjúfa þessi tengsl og fara að tala þetta óháð því. Svo hér tölur af því hvernig þeir sem hafa fengið barna- og vaxtabætur, hvernig þeim hefur stórfækkað. Fjöldi með barnabætur sem sagt ljósari súlan og fjöldi sem fengu vaxtabætur í húsnæðisstuðning stórfækkað hvort tveggja og hér sjáum við mynd af því hvernig íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur farið upp, leiguverðið hefur farið jafnvel enn ofar hér allra síðustu árin en á sama tíma hefur húsnæðisstuðningur stjórnvalda í formi bæði húsaleigu og vaxtabóta stórlækkað. Það var í hámarki hér 2011 sem 1,3% af þjóðarframleiðslu og farið niður í svona þriðjung. Á sama tíma og þörfin var aldrei meiri vegna fordæmalausra hækkana á kostnaði á húsnæðismarkaðinum. Nú verður þetta styttast. Hér svona bara sett þetta samhengi framfærslu láglaunafólks eða lágtekjufólks. Tekið dæmi hér af einstakling sem með 300.000 krónur í lágmarkslaun. Það tekið fyrst á honum í lífeyrissparnað. Hann á það en hann hefur það ekki til ráðstöfunar í framfærslukostnaðinum. Þannig að skattstofninn þarna 288.000 og af þessu tekur ríkið í dag 52.500 tæpar. Þetta var sem sagt skattfrjáls 1996 og fyrir. Þannig ef við værum með sama fyrirkomulag þá væri hagur viðkomandi betri hvað þetta snertir sem nemur 53.000 krónum. Stjórnvöld sjálf birta framfærslukostnaðarviðmið fyrir einstaklinga, það velferðarráðuneyti sem með það á heimasíðu hjá sér og þeir birta hann bara án húsnæðiskostnaðar og þar framfærslukostnaður fyrir einstakling talið meira þessi 228.850, meiri fyrir hjón, meiri eða eru börn og þeir birta ekki húsnæðiskostnað. Ég hef skeytt hér við því sem ég kalla lágmarks húsnæðiskostnað og án ef að lægri tala en mörgum dettur í hug þegar hugsa leigu sem í gangverði á húsnæði sem að bjóðast núna. En það náttúrulega margir á húsnæðismarkaði sem búin að vera lengur í leigu, með lægri leigur fyrir vikið. Það alltaf þannig að meðalleiga verður lægra heldur en það sem í boði á hverjum tíma. En ég vildi í allu falli bara hafa hóflegt mat á húsnæðiskostnaði og hann í mörgum tilvikum meiri, hann í sumum tilvikum minni. Þegar það saman komið, 353.000, að þá verður til, ef að þessi stafir myndu vilja fara í smástund, þá verður til hér þessi afkomu mínus í hverju mánuði upp á 117.500 sem vantar bara upp á að lágmarkslaunin dugi fyrir framfærslu með hliðsjón af viðmiðum hins opinbera og þessu mjög svo hófsama viðmiði fyrir húsnæðiskostnað. Og ef við tökum 400.000 króna einstaklingin, að þá tekið á honum hérna 88.000 í skatt og hann samt í mínus upp á tæp 57.000 krónur. Þannig að þeir sem geta bætt við sig 100.000 krónum í aukavinnu ofan á þetta, þeir ná endum saman. En ef menn geta það ekki, þá þeir upp á aðra komnir annarkvort ókeypis húsnæði eða miklu ódýrara húsnæði eða að geta þrengt miklu meira að sér. Þannig að bara til að taka þetta saman að þá held ég og það mjög mikið ánægjuefni að verkalýðshreyfingin skuli leggjast á árar með Örorkubandalaginu og bæði saman enda staðan þeirra sem eru á lægstu kjörum á vinnumarkaði að sumuleyti áþekk því sem fyrir öryrkja og þó ekki eins og ég var að lýsa áðan að öryrkjarnir búa við verri kost hvað snertir bæði
minni möguleika á að afla sér aukavinnutekna og svo skerðingarnar, það sem skildu. En verkefnið náttúrulega í fyrsta lagi leggja áherslu á þarna að allir sem að tala fyrir láglauna og lágtekjufólk í landinu, þeir eiga alvöru kröfu á stjórnvöld. Það voru þau sem að fluttu skattbyrðina af þeim sem að höfðu breiðu bökin yfir á láglaunafólkið og nú ber reyndar vel í veiði vegna þess að stjórnvöld hafa gefið frá sér yfirlýsingu og beint henni til aðila vinnumarkaðarins, sérstaklega verkalýðshreyfingarinnar, að þau vilji breyta skatta- og bótakerfinu þannig að það bæti hag mest þeirra sem eru á lægstu tekjum og lægri millitekjum. Og nú þarf að rukka inn efndir á þessum loforðum og það þurfa að vera alvöru efndir en ekki einhverjir sýndarútspil eins og var í fjárlögum næsta árs þar sem persónufrádrátturinn sem ætti að vera 50.000 krónum hærri til að ná lágmarkslaununum en hann til að ná lágmarkslaununum skattfrjálsum, hann var hækkaður 500 krónur. Eins og það verið skref í rétta átt. Þannig að það þarf að rukka þetta inn af fullum þunga, það þarf líka að efna það upp á stjórnvöldin að þau hækkuðu hærri tekjuhópana meira heldur en alla aðra tekjuhópa. Og þau grófu undan árangri síðustu kjarasamninga sem algjörlega óþolandi að þurfa að búa við og þau skildu öryrkjana eftir 2016 þegar það var gerð breyting á ellilífeyrinum og ég held reyndar að ellilífeyrisþegar hafi samið af sér, þeir fengu hækkun á grunnlífeyrinn með því að framfærsluuppbótin var felld inn í hann en þeir fengu yfir sig harðari skerðingar en fyrr og það var lélegur samningur myndi ég segja. Þannig að það þarf að sameinast að snúa við þessu sem ég kalla herferð stjórnvalda gegn láglaunafólki með breytingum, alvöru breytingum í skatta- og bótamálum og ef að þau sinna því í litlu sem engu þá verður að berjast fyrir kauphækkunum í staðinn og við verðum að vona að hækka, ef að tekst að hækka vel lægstu launin að þá myndu öryrkjar fá að njóta þess líka í sama mæli en ekki eins og oft var í gegnum tíðina eins og ég sýndi hérna áðan að þeir voru látnir dragast aftur. Takk ykkur fyrir.